Komið í sæl. Nú ætlum við að snúa okkur aftur að almennum brotum og ég geri ráð fyrir að þið séu mjög færi að leggja saman og draga frá, margfald og deila með almennum brotum. Það er allt efni sem við erum búin að fara í. En núna bætast við blandnar tölur. Er einhver sem man hvað blandin tala er? Ef ekki, þá kemur að ljós von bráðar. En ég ætla aðeins að leggja áherslu á eitt og minna ykkur á að í hefti númer 1 þá stóð að það væri brotatakki á vasareikni hjá ykkur sem annað lítur svona út eða einhvern veginn svona. Og það er sjálfsagt að þið kynnist í hvernig þessi takki er notaður, en eins og ég ítrekaði við ykkur í fyrra og allir gera aftur núna, þið megið ekki treysta eingöngu á hann. Því ég veit ekki getið öll slegið þetta hérna inn í vasareiknin hjá ykkur og fengið út rétt svar, en þið verðið að kunna að gera þetta líka í hugunum og á blaði, vegna þess að þegar kemur að því í algebru að við förum að vinna með ræðarstæður, að það var ekki hægt að slá þetta hérna inn í vasareiknin. En ef þið kunnið að reikna þetta í hugunum, á blaði, þá er ekkert mál að gera þetta hérna líka. Þannig að passi ykkur bara á því þó þið kynnist þessum takka og æði ykkur í notan, ekki treysta eingöngu á hann. En við skulum byrja. Blandnar tölur eru tengdar almennum brotum. Hér er sem sagt almenna brotið 5/7, þar sem teljarinn er á toppnum og nefnarinn niðri. Blandin tala er þegar það er heil tala fyrir framan. Sem sagt 5/7 er almenn brot, en 3,5 telst þér á blandin tala. Og nú ætlum við að æfa okkur í að breyta þarna á milli. Nú, af hverju þurfum við að læra að breyta þarna á milli? Jú, það er vegna þess að þegar við erum að leggja saman eða draga frá, sérstaklega í margföldun og deilingu, þá getur verið mun þægilegra að vera með almenn brot heldur blandnar tölur. Minnstu kosti finnst mér það, en ef þið eru vön að vinna með blandnar tölur þá megið það að sjálfsögðu áfram. En ef við kunnum að breyta yfir í almenn brot, þá þurfum við ekki að breyta aðferðinni við að reikna þegar við fáum blandnar tölu, vegna þess að við notum það sem við kunnum nú þegar, en breytum bara blandni tölunni í almennt brot fyrst og höldum svo áfram. En hvernig gerum við það? Það er jú með því að styðjast við þetta hér. Og fyrsta sem við gerum er að skrá nefnarann upp og breyta hann. Það er að segja þetta er 3 heilir og 2 fimmtu og nefnarinn 5, hann breytist ekki neitt. Hann verður áfram í almennum brotinu. En svo er spurning hvaða tala kemur þarna fyrir ofanstrygg. Það er gert með þessu hér. Við margföldum saman heilu töluna og nefnarann og bætum síðan teljarann við. Sem í þessu tilviki myndum við gera eins og hérna 3 sinnum 5, það eru 15 og svo bæti við 2, það eru komið upp í 17. Og það er sem sagt talan sem að verður nýji teljarinn. Og þá erum við búin að breyta 3 heilum og 2 fimmtu yfir í almenna brotið 17 fimmtu. Getum kíkt á annað dæmi, 2,5 skráum það sem almennt brot. Nú sumir geta séð strax hvernig það myndi líta út, en ef við notum þessa aðferð aftur, byrjum við að skrifa upp nefnarann sem að hér er 2. Næsta sem við gerum er að margfalda saman heilu töluna og nefnarann, bæta síðan teljarann við. Þannig að heila talan sinnum nefnarinn er 2 og 2, sem eru 4, og bæti svo 1 við í teljarannum. Og þá fæ ég nýja teljarann í almennum brotinu sem er þá 5. En hvað gerum við hér þegar við ætlum að breyta broti yfir í blandnatölu? Við förum sem sagt í hina áttina. Að það sem við gerum hér, brot er munið ekkert annað en deiling. Þannig að við erum hérna með dæmi 6, nú er þetta breytt. Við erum hérna með dæmi 6 deilt upp í 25. Og ef við munið eftir því hvernig svona dæmi er leyst, þá hugsa maður hversu oft gengur 6 upp í 25. Það er 4 sinnum 6. Hvað er það mikið? Það eru 24. Svo finnum við mismuninn og hann er 1. Og þetta verður sem sagt, blandnatalan 25/7 eru þá 4 heilir og 1
25.6. Önnur leið sem hægt að fara, ef þið viljið nota vasareikni við þetta, ef þið eru búin að gleyma þessari gömlu góða aðferð, þá getið þið slegið inn í vasareiknin 25 deilt með 6 og fáið væntanlega upp í gluggan 4,1666666, 4,17. Þannig að þá vitið þið, aha, þetta er semst 4 heilir og eitthvað brot með 6 í nefnara, þegar maður deila þetta með 6, semst 25/70. Og spurningin er, hvaða tala kemur hérna? Og hana finnum við með því að gera, því við vitum að þetta eru 4 heilir, þá getur gert, 4 sinnum 6 eru 24. Við varum með 25 í upphafi, þannig að munurinn er 1. Þannig að vantar þá 1 upp í 25, sem var upphaflegi teljarinn í brotinu sem við byrjuðum með. Og fyrst það vantar 1, þá er það sem kemur hérna í brotið. Þannig að hvora leiðina sem þið velja að fara, það skiptir ekki máli, en aðalega þið kunnið að breyta þetta á milli. Nú að lokum skulum við sjá hvernig þetta nýtist okkur við útreikninga. Það er að segja að við fáum hér dæmi 3,5 pluss 1/3. eins og ég sagði, ef þið getið þetta án þess að breyta yfir í almennt brot fyrst, þá megið þið það. En til að sýna hvernig það er gert, þá byrja ég á að gera, eins og ég sýndi gráðan, hérna myndi ég gera 3 sinnum 2, það eru 6, bæti einum við, þannig fæ ég 7 hér. En nefnarinn er áfram 2, hann flyst bara hingað niður. Þannig að 3,5 er sem sagt 7 aðrir, og svo pluss 1/3. Og nú er ég komin með dæmi sem þið voru að vinna með í 8. bekk og eigið að geta klárað. Næsta skref myndi þá vantilega vera að finna samnefnara, lengja til að fá það upp og svo leggja saman í lokin. Og þegar þið eru með svona brot, þá ráðið þið hvort þið skilið svarinu sem almennt brot, sem megið skila því sem blandinu tölu. Ef að talan er rétt, þá skiptir með engu máli hvort þið notið. Aðalega þið getið leyst dæmið og skila því rétt frá okkur. En þá er þetta ekki meira í bili. Takk fyrir mig.